Sælir og vera velkomin að potta mig fyrir eitthvað. Herru, við erum lendin á sunnudagskvöldi. Kötturinn búin að taka grein af fucking trénu sem aftur á mér. Tjekka á YouTube-inu vilja sjá þetta sko. En allt bara fínt til mig sko. Gauðir, eins og við vitið, ok, það er sunnudagur, þess að koma út á mánudaginn. En ef þið hafið ekki verið að hlusta á podcastið eða poddið áður, þá virkar þetta svona. Ég tek viðtal við manneskju sem ég vil tala við og vil læra af á föstudum og svo á mánudum, aka right now. Þá þetta bara svona þáttur, bara ég að tala, kannski eitthvað sögur sem ég gangi í lífinu núna, ég svara spurningum frá ykkur og tala bara hvað gangi á Íslandi núna. Og það fullt í gangi núna sko. Ég ætla að byrja bara með þetta fucking, ég búin að sjá þess að auglýsingu alls það núna á TikTok með hashtag samstarf. Þetta einhver þætti sem Sunniva Einars og the Walmart Barbie Girls eru að gera, ég veit ekki hvað þessar konur eru en elska nafni, hashtag samstarf, bara, it's relevant. Apparently þessu þætti svona rip-off af Simple Life, það einhver þætti sem ég þekki ekkert reality TV, nema kannski svona pawn shop og eitthvað kæfta, þeir voru geðveikir þættir. En ég ekkert eitthvað að horfa á Keeping Up with the Kardashians, hvað með ykkur? Þetta ennþá þætti sem fólk alveg real into núna? Mér líðist að þetta sé bara, það kom 78 seriur, ég veit ekki hvað þetta í núna, Kim Kardashian, might as well. Getið ímyndað þetta eftir kannski svona 10 ár. Kim Kardashian byrjaði sem assistant hjá Paris Hilton og vann sig upp með að ríða svartamanni og bara ég held, hún ekki með föt eða eitthvað, hún selur eitthvað, það veit ég at least sko. Ég ekki nóg mikið Kim Kardashian. She sells something, I assume, ég meina en myndi ekki make a sense með hvernig billionaires og millionaires að eiga peningin sinni nú til dags. Myndi ekki make a sense eftir 10 ár þá hún in space með our boy Bezos og Elon hægt að róla trying to get that ass sko. That's the thing sko. Kötturinn alveg sammála sko. Hvað myndi vera það svona space couple, fyrsta space couple sko. Það ekki Elon Musk og R2D2 krakkin hans XI eitthvað en Kim Kardashian, þeir náttúrulega hætt saman, right? Kanye, hann hægt rólega að missa vitið í the stadium, hann ennþá hana, I assume, að búið að hvað 5 vikur síðan, dánda áttökum út, 4 vikur eitthvað og ég var fucking pep sko, the fuck happened með það sko, þeir sem voru að fylgjast með því, bara fylgjast, fuck you cat, þeir eru að fylgjast með tónlist núna, hann búin að vera að vinna í þessu albumi Dánda lengi og búin að vera í hvað þetta, Mercedes Stadium í, ekki bænum í Ameríku og hann bara búin að vera þar, hann búin að livestreama, taka upp og eitthvað drasl og hann búin að hafa 2 svona quote unquote release parties eða svona í stadiumunu skilur búin að bjóða fólki og svona hún ekki ennþá komin út. Ég var eiginlega bara hlakka til að hlusta á nýja album en ég var út að labba sko. Það ekki svo ég sé að fara í Ameríku á einhverju stage og horfa á hann sko en öll TikTokin frá þessu hafa verið svona maður myndi líða smá cheated. Það eitthvað hvernig þetta lag allan þessi texti þetta fucking don't hit me with a H-I unless it's a Kanye með skringilega góða texta eða ógeðslega góða texta og svo kemur hann með þetta kjafta eða poopity scoop poopity scoop poop scoop poop scoopity poop geðveikt lag sko. Ég maður þegar það var að koma út 2016-17 eitthvað það var bara popping off það var ekkert annað í hátrónum Kanye frá ég byrja að hlusta á Jay-Z og Kanye 2019 þá bara prófaði ég bara að fara gegnum öll albumin og Kanye var way better heldur en Jay-Z fyrst mér þó Jay-Z legend í hans eigin heimi sko og hann milljarðamæringur og allt það sko en Kanye tónlistin miklu skemmlegri og meira meira tilfinning í þessu og það að tengja við lögin og með skemmtileg textari rugl skemmtileg svona bara taktanir eru bara out of this world til dæmis hvað heitir fucking albumi
Þetta ein album sem ég er ekki að hlusta aftur á, en það var rosalega góð. Appelsínugul. Nei, þetta er svona on the tip of my tongue. Skil ekki máli maður, en anyway, samstarfdóti Pep. Sunniva Einars er eitthvað svona character sem ég svona skil ekki hvað hún gerir. En hún er hún ekki bara Kim Kardashian af Ísland, þú veist, af svona okkar generation. Hún ég veit ekki hvað hún gerir, sko. Ég ekki fucking hugmynd, sko. Hún er rosalega falleg á Instagram. Þú veist, hún er hún ekki 30 ára eða eitthvað? Right? Ég er að vona ekki að stelpur senda á mig bara brjála, bara veist ekki hver Sunniva Einars hún barðist, var í orustu fyrir kvenmenn og hjálpaði að taka niður Trump og þú veist að það pakkan, sko. En hún er með rass og eitthvað svona og þú veist, ég bið þangað til að ykkur fara að klippa, þú veist, þessi stela klips úr podcastinu, skilur, bara það svona að reyna að cancel mig. Það er gólið. Kristinn reyndi, en við vitum hvernig það gekk. Fyrir ykkur sem veit ekki þetta Kristinn-mál, það eru nokkri krakkar Kristinn og Kobbi félagans. Þeir senda mjög ofta á mig, þú veist, þeir voru alltaf að senda á mig bara fílu podcast eða eitthvað, og þessi Kristinn kemur out of nowhere með eitthvað, ég fæ eitthvað svona senda á mig vídeo frá fullt af fólki, bara eitthvað þessi krakkar að drulla í stórinu og ég bara ok, checka á því og hann ætlaði að reyna að cancel mig fyrir nothing, skilur, og hann vildi vera snappari og þannig að hann var að segja í stórinu sem eitthvað, ég vil að byrja að snappa, ég vil að fylgjast með mér, ég vil að gefa þessi kúi hluti og ég fæ henni í podcast nummer 50 eða ekki, hann hringið þá, það var fucking fun, sko. Mér skaman að láta að fá ykkur fans að hringja hann inn og bara heyra frá ykkur, en hann, ég held að myndi vera more aggressive, sko. Ég held að Kristinn myndi koma með eitthvað heat. Kristinn, kottu með eitthvað ord shit, þú veit ekki að ord, bro. Svo kemur Kobbi og ætlar að kúka á hann og segir hann, þú veist, að fíla bara hlölubát. Kissi hvað þið? Hvað það potið, Kissi? En já, enough with that, man. Eitt sem ég er búin að sjá á TikTok, allir eru búin að sjá þetta TikTok núna, þú veist, ef þú ert að opna TikTok með þetta kúka daglega, þá ertu búin að sjá þessi vídeo frá eiginkonum sem er örugglega fínt podcast, ég hef ekki hlust á, en öll klippin, mér finnst þetta rosalega flott hjá þeim, af því they're all getting you guys, sko. Allir sem verða brjálæðir yfir köttunni þarf bara að labba á my roadcaster og íta og record, þú veist, fuck you, man. Trying to do a professional podcast here. Ég reyna að fá sponsors, man. You trying to stop me from earning money? What are you doing? Ég get ekki beðið, ég verið með fyrsta sponsor minn og ég var alltaf bara ekki að breyta saga mikið og bara hey guys, puttu mig fyrir eitthvað, ég búið giflar. Allir kaupa giflar, næstu að fara í bónus. Ef þú kaupir ekki gifla, þá máttu ekki hlusta á þetta podcast. Burt með þig. Ég samt elska gifla, ég var ekki eftir mótið í að gifla myndi heyri í mér. Hvað ég var að tala um? Allána Edda Falag, ég held hún heitir það, allána Edda og ég veit ekki hver hinn konan er á þessu podcasti, en þeir eru killing it í klippunum. Þeir eru alltaf að gera klippur úr podcasti sínu og þeir eru náttúrulega með mikið af controversial topics og svona hardót sem er í gangi núna og fólk er rosalega, þú veist, það er öfgar á megin og allt svona, skilur við. Og ég elska það að þegar ég sé þessi clips, þeir eru alltaf að ná fólki. Þeir eru að fá drull mikið comments af því fólk er brjálað eða þeir eru, þú veist, supportive. Af því fullt af þessu dóti sem þeir eru að tala um, ég held að flestir sér bara sammála, skilur, að konur ætti ekki að vera áreittar endalaust á Íslandi, sko. En svo kemur svona af og til klippur sem ég er svona yes svona ógeðslega lélega klippur. Ég ætla að reyna að finna eitt og við ætlum bara aðeins að ræða þetta, sko. Við ætlum bara að skoða þetta, break it down, sjá hvað er í gangi að þetta Falag. Þið eru báðir svona á því að þetta sé fyndið. Já, partikular í þetta grín, skilur. Já. Þó við séum ekki mættir enga til þess að fara að verja fytufordóm í heilsinni. Já, þess að tala um þetta gilstjók með hann að sveppa krull. Já, þetta eru partur af fleiri grín sem að þeir hafa verið að gert sem það bara, ef þú horfir á þætti sem er að gert í tíðina, bæði bara
Sveppi og Gils líka, þá þetta Það vídeo að sveppa hoppa okkur báti og Gils að gera grín. Hver er þessi gauðra by the way? Svo kemur Arna Eil og Þeir eru eitthvað þekkti fyrir eitthvað? I don't know. sveppa bara, hey, it's okay that fat one is here. En ástæðan okkur þetta er fyndið er út af því að Sveppi sjálfur hefur gert sketsa og alltaf verið að gera grína sér. Bara Sveppi hefur alltaf verið making fat jokes. Náttúrulega fullt af fólki Alltaf. horfa á það og fór bara fyndið, skilur. Það var stöð 2 í sjónvarpinu og mér ást þetta ógeðslega En fyndið. eflaust er líka fólk sem móðgæðist við þetta, en ég held að sem þótt að bara eigi að passa sig að vera móðgæð sem fæsta þegar maður gerir svona grín, þá held ég sem mjög erfitt að móðga engan með grín, ég held að það sé mjög erfitt. Það er mjög erfitt að vera fullkomið með grín. En það væri náttúrulega ógeðslega fyndið ef að Sveppi væri þá bara eini feiti einstaklingurinn á Það væri að geta fyndið. Þá væri þetta þá bara eitthvað grín á milli Er það þeirra acceptable? og, þú veist, ok, Nei, þá gerir grín að fyndið fólki. Sveppi gráti kottana ekki, Það væri einn. vonandi ekki, en á saman tíma ef að hann væri eini feiti einstaklingurinn í Íslandi þá myndi ég alveg skilja hvað þú væri að fara. Ok, bara right off the bat. Ég er ekki með að hlusta allan þáttinn. Ég ætlaði að gera, gleymdi því. Sem betur fyrir, ég nenni ekki að hlusta á það. En þú veist, look, sem gaur sem var fucking mjög feitur krakki og var alveg, þú veist, laður í my share of einelti og þú veist, var alltaf svona alltaf geitt kvíðin að vera feitur og eitthvað, en svo byrjaði að boxi, náða komið niður og miklu betur sjálfsmynd og svona. Þá skil ég alveg hvað hann er að meina með að þú veist, að á ekkert að vera að gera grín á krökkum, kannski er hann ekki að tala um krakka sko, en á ekki að vera grín á fólki að þeir eru feitt og eitthvað svona og þetta er að koma frá feiti konu sko, ok. Eða opna klippið, hún er svona jobb og allir skilja, á ekki að vera að gera grín á fólki að þau feitt, á ekki að gera grín á fólki að þau með rautt hár eða whatever, en með þetta orðið svona alveg hinum einn, skilur. Fyrst voru bara allir cool með að, þú veist, að gera grín af öllum og segja ennorðið, þú veist, allt þetta hræðilega dót, en nú erum við komin bara hinn áttina, alveg hinum einn af öllum. Núna má ekki gera smá djók af feiti fólki, skilur. You can't take this away from us. We gotta be able to make fun of some fat boys, okay? Það verður, þú veist, þetta er bara basic joke sem að gera í grunnskóla við hvort annan og allara, þú veist, sem kallmaður þá er þetta bara, þú veist, þú bara færi bara tough skin, skilur. Það er, þú veist, ég líki ekki á nóttinni að gráti yfir þegar ég var, þú veist, í þriðabekka eitthvað og ég á feitur. Just doesn't happen. En svona alltaf heimlegin, skilur. Það hlýtur að vera krakkar sem kannski horfa á Gils, vera að gera grín Svepp og ég bara, what the fuck? Þessi massagauður er að fucking gera grín á mér. That's your problem, dude. Sveppi hefur alltaf verið a punching bag fyrir fat jokes, skilur. Hann, þú veist, ég var að horfa á strákana þegar, þú veist hvað, ég var 6 ára eða yngri, skilur. Ógeðslega skemmtilegir þættir og þetta var bara að fyndi, hann var að feita bolla og eitthvað svona kjaftaði, skilur. Ég skil allan bara ekki að það eina konteksti sem ég má gera grín af feitt fólk eða er ein feit manneskja til í heiminum. Það er insane. Við viljum taka Katrin aðeins niður. Katrin hendur niður blóm. Very nice. En já, gerðu grín af feita fólki. Just do it, ok? En ég, þú veist, eins kommenti líka skilur á þessu vídeo, ég voru alveg mjög sammála bara, þú veist, hei, að núna fara að stoppa frá, þú veist, bara hvert einsta lítið djók þarf að stoppa. Þú veist, þetta er ekki það er ekki, ég man ekki alveg orðið sko, en þetta er ekki sama og þetta er ekki hatur, þetta er ekki sama level og margt annað sem er ræða og maður getur verið sammála en já, þú veist, já, Gils djókið að fyndi maður, hann er bara heldur að Sveppi fyrir að gráti yfir þetta nóttinni getur ekki verið sko, en þú veist, já, bara eitthvað svona my 2 cents inna sko, en annan dót sem er á leiðinni sko, mér langar að heyra frá ykkur, þannig að ég ætti að hlusta á þetta núna og þú ert fan, you like what you hear, senda á mig að því mér langar að vita hvernig merch fólk fílar, mér langar að fara að koma það út á næstunni og fyrsta sem ég ætla að byrja verður potti grímur, að því mér langar að eiga hana sjálfur sko, bara að hafa logoið, bara svört gríma, þú getur þreifið hana, skilur, þannig að ég ætla að panta svolítið mikið af því og sjá hvernig það gengur. Svo vil ég heyra frá ykkur, er bólir meira sem fólk vill, er það peysur, hettupeysur, hvað
hvað myndi þið vilja? Húur? Ég meina anything, sko, think about it, sokkar, oh my god, það var awesome. En líka, sko, ég svolítið á því, ég ekki alveg viss hvort, ég held að flesti myndi ekki líka að kaupa svona pottið, bara logoið á okkur peysu og mér langar ekki til það heldur, sko, það er svolítið basic. Og þannig að endilega líka ef þeir eru með hugmyndir eða þú ert listamæður, þú fílar að teikna eða gera sketcha eða eitthvað svona, senda á mig hugmynd og auðvitað skal ég borga þig fyrir það, sko, við getum bara búið til eitthvað samning saman, sko. Og þannig að mér langar að hafa það vonandi eitthvað bara svona djók úr podcastinu, það bara kann finna mynd af mér eða eitthvað kjaftaði, skilur, og gera grín af my bald head og kannski prenta út mynd af mér sem Jabba the Hutt eða eitthvað, ó nei, kannski fyrir að gráta því ekki að kalla mig feitan, better go kill myself. Cross the line at the falak. You trying to take my fat jokes away, bitch? You can't stop my fat jokes. Maður 21 ára drengur að öskrum að því að mamma að taka my fat jokes away. It's a bit of a problem. Þannig að já, ef ykkur langar í merch, það verður leiðinni vonandi bara á þessu ári, en mest líklega fyrir næsta sumar alveg 100%. Og svo eitt sem svona draumur fyrir mig að mér langar helst ekki að þetta podcast verður eitthvað hálftíma ads í hverju þætti, en alveg for sure verður eitthvað, sko. Þannig að ég vil líka stofna Patreon sem ég verð fyrir þetta podcast, sem verður bara þannig að þú borgar x mikið á mánuði, $5, kannski $10 mestalegi, og þá farið þættir að fyrr, þú farið líka auka þætti og þú farið eiginlega stjórn á þessum þætti svolítið mikið, þú farið að koma með input hvað ég myndi tala komið topics, komið fleiri spurningar og allt sem fyrir gegnum Patreon, ef þú sem myndi að hlusta núna þekkir Patreon podcast eitthvað svona, þá er þetta þannig að bara þú ert nummer 1, skiljum, þegar þú borgar fyrir mánuð hjá mér á Patreon, þá ert þú nummer 1, þú ert the number 1 fan og ég vil gera mitt besta til að make it worth the money, sko. Þannig ég vil bæta inn fleiri dót og endilega komið hugmyndir eða með eitthvað svona, ef þið haldið að geta bæta eitthvað inn í, god damn, that fucking cat, come on man, gaur, ég klappa, hún fer að hærra upp í hilluna, hún fer að hærra, sækir í næsta tré, gaur, hún heldur áfram, bara keep climbing, taka niður, henda bækum niður, fucking taka Magga Mix spjaldi, boom, niður, get it, stop, god damn asshole. En já, samt hvað er búin að ganga mér, það er ég er búin að lesa rosalega mikið síðustu, kannski svona mánuðin, og því ég lesa Audible, just bara Audible, og YouTube líka, ef þú googlar hvað bók sem og svo skilur audiobook aftan á YouTube, það er svona 50% of the time þá er hana, og ég er búin að lesa Viktor Frankl, ekki það, ég man ekki hvað bókin heitir en þetta er sem sagt söguna hans þegar hann var í Auschwitz í Pólandi, the concentration camp, og bara sagan hans hvernig hann þurfti að díla með að vera bara, hei, ég er að fara að deyja morgun eða hinn, alltaf, þú ert að sjá fjölskyldan sem var gösuð og allt þetta shit, en svo bókin endar svo vel bara með að svona útskýra hvernig hann, og hann er líka psychologist, heitir það ekki, the therapist, the rapist, já, akkurat. Þannig þarf ég að svona hugsa þetta til að muna hvað það heitir, en það er ógeðslega áhugavert hvernig hann fer í Auschwitz, og hann kiss it, god damn bitch, hann fer í Auschwitz, right, og ekki gaman, hann er að útskýra bara, að sjá konur vera myrtar, allur anskotin, sjá vinina vera brenda, og hann er að útskýra sadisman sem er í öllum svona concentration campum, bara the guards, hvernig þeir eru, og svo hvernig þegar rússarnir lóksins komu inn og frjálsuðu alla, sko, hversu skrítið það var, bara þeir töluðu allir að þegar þeir ætluðu heim, ætluðu bara, they were free, bara núna get ég bara að fara að finna fjölskyldu minna eitthvað,
öllum leið eins og það var ekki real, þeir voru allir svo vanir að það var alltaf einhver að ljúga þeim, það var alltaf bara bullshit, allt bara grátt og núna eru þau actually free og þeir bara trúða ekki, þeir eru ennþá fastir í þessu, bara það er ekkert pleasure í heiminum, það er bara pain, really fucked up og áhugavert shit, mæli með Viktor Frankl, alveg bara þessi bók er líka alveg huge, mjög þekkt. Svo næsta sem hún fór í var, ég er að horfa en ég hlusta á Dale Carnegie, ég er bara að fara gegnum okkar bækur sem hann hefur gert. Áhugavert stoff, þetta er eitthvað svona, bókin heitir get svona hún er með svona nafn sem myndi halda að væri bara svona narcissist að lesa hana, bara yeah, hún heitir eitthvað how to control people and make new friends eitthvað shit og hún heitir basically bara manipulation en þetta er rosalega falleg bók, hún talar rosalega mikið bara að eins og þú veist hvernig þú approacha manneskjur, hvernig þú ert að ef þú þarft að fá eitthvað hjá manneskju, þú veist, þú ert kannski að leita af hjálp eða eitthvað, þá færðu til manneskjuna og þú útskýrir hvað hann getur fengið úr þessu, eða hún og beður kannski hana hvað vantar þér, í staðan fyrir að vera þú veist, kannski tökum dæmi segjum bara út í skólanum og kennarinn er þú veist, þú ert ekki með gott saman með kennarinn, skilur, en þú þarft ekki á frá henni, þú vilt fá að fara heim aðeins fyrir, right? Þá ferðu að henni, ferðu til hennar og þú reynir að finna út hvað hún þarf og þú sér á henni sko, hún er með svona red lipstick, ok, hún er ekki flott hár, skilur, hún er 47 ára, kallinn er farin sko, kallinn hætti með henni fyrir 2 árum sko, hún var ekki að slöpp í rúminu og hann var ekki að fíla sko, þú sér á henni sko, þannig að þú ferð til hennar, right, þú ert 16, 17 eða eitthvað í FS, þú ert að pæla í þessu, þú ferð til hennar byrja bara, hei, voru eftir sæt í dag, þetta var að gera eitthvað nýtt með hárið eitthvað, og hún er eitthvað, takk eftir því, svo ertu að spjalla smá, skilur, og skilur bara sest að borðið, skilur, og svo spyrir hann, ertu einmana? Ég sé á þig, sko, kallin er farin og það er ekkert að gerast hjá þér og alltaf vera grátt, sko, en við getum hjálpa okkur öðrum, ég þarf að fara fyrr. En árið fyrr okkur fyrir við ekki bara baðherbyggi, bang one out, easy peasy, peppa þig upp í restan af deginu, þú fer að 100 núna að merkja þessi próf sko, hún er bara að skrifa ritgerðir og shit, hún er að gera heimaverkefni fyrir nemendurna sem verður ekki til eftir mánuð sko, hún er mánuð framöndan sko, hún er að gera sig upp í prófseason og það er bara í janúar, hún er ready sko. En svo decliner hún að því hún er fucking bitch. En þú fer fyrir heim, ok? All I'm saying it works, ok? Dale Carnegie er að segja að ríða kennarinnum. Það er það sem ég heyrði, sko. Þannig að þessar bækur, það er rosalega gaman að lesa bækur. Og ég ætla ekki að vera þessi fuckið sem er bara eitthvað, ég les 106 blaðsjur á dag, það er eitthvað svona sem heldur mér í gangi, sko. Ég mæli með að, þú veist, ég vil bæti í sjónunni, skilju, vilt vera svona personal growth. Þá vaknar búm, 5 morgunin, kald sturta, búm 100 gamma höfrum, það er ekki svo vatnið sko, þú ert svo fucking mikill meistari, það er ekki smá vatn, bara er sjóðandi eitt kaffi, svo hleypur út sprettir 25 km af því þú ert a winner, svo tekur þú köttin og fleir undir gluggana því hún er að geta fucking snúna, svo ertu komin í vinna, nei, þú er búin að hlaupa 25 km fyrir að binda rættina sko, núna þarfst að klára warm-upið og halda upp með the real workout, ok, þú tekur sesh, tekur deadlift sesh, smá squats, bench press 150 kilo, boom, komin í vinna, núna sérðu kennarinn í vinnunni, þú ert ekki með að sjá hann í 4 ár, þú ert búin í skólanum, þú ert búin að taka yfir ykkur fyrirtæki, þú ert a man, right, þú ert búin að lesa rosalega mikið að Dale Carnegie síðan, hún veitir hana, ok, nú er hún 53 eða eitthvað, ég kann ekki starfa hvað er hún í þetta treð aftur hún kemur hann inn hún er að leita sér næsta manni sko, hún er búin að bíða í 4 ár hún vissi hún verið að bíða þanglega þessi krakki er búin í skólanum búin að fá sér vinnu, eða takið fyrirtæki svo þú ert búin að gera núna kemur hann inn
núna þarf þú að make a decision. Ætlar að gera sama og gerði og stúlingur og bara banga hana út og kasta hana út, en ætlar að búa til mömmu úr henni. Ætlar að eignast 3 börn og ert komið hús, nú ert komið heitabott, nú ert hún gamall grár, nú ert farin út í ferðir hérna á sumrin, ert að taka fellísi, ringi í krugum Ísland, nú ert hún 78 ára. Nú konan döð by this time, bro. Maður segja, þú ert 78 ára, hún 43 ára, þú veist hvað 30 ára. Hún 100 og ekki ára, sko, hún döð. Ég veit ekkert hvað þetta podcast komið, ég er búin að reyna að segja ykkur frá eina með merch sem fyrir að koma og þeir komið alltaf með eitthvað Dale Carnegie shit og nú erum við fann ykkur sögu, nú kötturinn búin að geta hálftrið for sure, sko. Jesus maður, þessi þáttur worth giving out, sko. Ég er að fara að standa upp í 10. skipti hérna. Fuck it, tek ykkur með, kom með, Kísi, hvað segir þið? Kísi, af hverju ert þú upp í hillu, viltu svara fyrir þið? Ætlar að svara, bitch. Dude, this podcast sucks. En þú veist, þetta er it's free, what are you gonna do? Þú veist, það er hálftíma inn. Oftast á mánundum þá reynir ég svona að stefna fyrir hálftíma, right? Tala eins hvað er í gangi og það er volít í gangi með mér núna. Ég er bara búin að lesa bækur, ég er búin að vinna. Þessi nýja vinna hjá mér alveg bara heldur fín. Fyndið, sko, ég er að vinna basically jafnmarga daga og ég var að gera Dominos en minni klukkutíma á dag og miklu skemmri tímum. Fucking A, Kissi! Would you just the fuck down? Just get ég ætla að flytja aftur heim til mömmu, sko. Anyway, ef þú fær á Instagram mitt þá getur þú vóta á hvort þú ætlum að drepa kísuna eða ekki. No? Anyway, við erum búin að fara yfir allt sem við langar að tala um í dag. Ef þetta var góð þáttur og þetta er kannski fyrsti þátturinn á pottunum, þú veist, þú ert að keyra í Reykjavík eitthvað og lína til mömmunar eitthvað og þetta er fyrsta sem þú heyrir. Welcome to the club, ok? Við tökum hjartanlega vel á móti þér. Það er ekkert sem þú færð úr þessu nema bara góða sögur and good memories, good times, ok? Það er bara good times á podcastinu, sko, ok? Þegar þú kveikir á þessu podcasti, ég vil bara að þú brosir og það er eins gott að þú ert að öskra núna á einhverja konu sem var að keyra rétt svo í því, bara næstu að slammi við. Herr, reyndar eitt, sko, ég get sagt þetta á podcastinu því, ég held að lögur getur ekki ná mig fyrir svo ég var að selja Jari sem daginn. Ég var að tala mikið á TikTok, ég kom með nýjan bíl Subaru Legacy 2005, ekki nýr bíl en ég var að fara að selja Jari sem og ég var í bænum og ég var með riksu aftur í að ég var líka að fara að selja hana. Look, I sell a lot of shit. Ef ég er hættur að nota beint á bland, ok, ég verð að fá nokkra þúsugalla fyrir það, that's all I need, sko. Þannig ég með riksuna, ok, ég er að fara til einhvern afrískan gaur og hvað var þetta, bara alveg miðbara rétti á hörpunni og eitthvað keyri inn á þessa götu og geði tætt. Það er bara 1,000,000 bílar hægri megin og ég er að keyra hana ekkert vinstra megin en bara þú tré og eitthvað shit, þannig ég er alveg ok, þetta er tætt. Ég er að keyra inn, svo er alveg ok, þetta er húsið, ég þarf að keyra bílinn inn aðeins til að geta stoppa hann og fara með riksun út og svona, ekkert keyra inn. Gaurin er ekki hana og veist það, ég bankaði hurðina, hún opnast var kannilega bara, þú veist, ólæst og opinn og eitthvað og það er eitthvað svona bara álið tónlist í gangi og ég er að banka og bara, já, enginn heima svo bara, nei, ok, ég keyri bílinn bara rétt, já og þarna er ég bara í símunum að tala við gaurin sem ætla að kaupa bílinn minna verð og svo hringir afríski gaurin og bara, my friend og hann segir mér að koma aftur í Fyrirlands og eitthvað nema ég fer á sama stað, skilur og núna komið fleiri bílar even more tight, ég keyri inn selur ekki svona, þessi gaur var weird
ég búin að, þú veist, þegar ég selja hluti að bland, ég alltaf að reyna að taka eftir svona hvernig fólk hvernig, þú veist, hvort hann horfir í augun á manni og þú veist, hvernig hann skilur, gamla fólki alltaf skemmtilegast, þeir svo hæg og veist, but they're lovely. Hessika var dick, sko, hann horfði ekkert í augu og svo var hann að milli frá mig og hann hey, see, look, I don't have time, look, it's done og ég bara, þú veist, ég beði 40 mínútur af þér ég er dick, sko, ég bara, just wait ég fyrir hann Íslandsbanka að checka á þessu just in case, sko, ok, bara gama money núna fer ég og ég ætla að keyra, ég ætla að bakka ég aðeins nút, skilur, ég byrja að bakka og það fyrir svona hægri svo heyri ég bara og það var svo bakkaði í eitthvað Honda Jazz eitthvað svo leiðis bara í miðbænum, sko, og ég bara, fuck, ok og þetta búin að gerast tvisvar ég að fara að selja bíl og ég bakka ávegstar sem betur verið ekki illa þó þannig að ég kík út, sést ekkert af mínum og sést svona smá svona liturinn af bílum mínum fór á bílum hans og ég bara, fuck, ok þannig ég fer inn í húsi, eða hjá húsinu banka alls þar, fer svo niður banka þar, enginn heima ég stendur kannski svona 5 minútur svo bara, well fuck you, svo bara keyri heim málega bara með þetta, sko, hvað annar maður að gera ég er ekki að fara sure, you can leave a note sure, ég hef ekki pappir það er ekki pappir í bílum mínum ég veit ekki hvernig bíl þú ert að keyra út bara með A4 blöð reddi, prentar hann aftur í og skannar hann fram í ég veit ekki hvað þú ert að gera en that's not me, bílum minn er clean, right þannig ef þú átt Honda Jazz og þú áttar heimann í miðbænum, heyrðu í mér, ok we'll get it all sorted, ég á mössuna vel veist, eða við getum tekið the old teacher hack skilur, eða við vilt gera það Dale Carnegie eins og kent okkur þannig að það er alveg gott, sko, þetta er líka gott sænt þegar þú ert að selja bíl og svo bakkar á þú veist að þú var að selja bílinn þannig eru örlögin, skilur þannig eru nornina, þannig eru the star signs ég er Cancer, by the way eða vilja vita eitthvað my star signs, sko koma horoscope, senda á mig vil ekki vita hvernig ég er að fara að deyja, come on þannig að bara checkið á frikki.r fyrir besti podcast tips og tricks á Íslandi á TikTok svo er hann alltaf bara pottið allstar, fucking spread that shit, share that shit það hjálpar ógeðslega mikið og ef þú ætti að vera real OG farðu þá á Apple podcast og geð mér review skrifa hvað sem er, helst jákvægt en ef þú hatar þetta podcast, geð mér eins neikvægt þú getur bara þessi fucking fáviti alltaf að ríða kennarum og ég kennari þannig að ég hata hann gera alltaf þetta dót og auðvitað veggspjald á Facebook ef við viljum bestu veggspjaldun í Íslandi I'm the best, this is the best podcast